Konur í sveitinni nota þau tækifæri sem gefst til að hvíla sig á körlunum og búsorgunum og flykkjast til útlanda í einum hóp. Þær fóru til Spánar hér árið en slógu sig á Írlandi á liðnu ári. Við beinum kastljósum á brottför kvenna og viðbrögð karla. Flestar konur í dalnum fóru til Írlands. Sóley í Göngustafakoti var meðal þeirra fáu sem heima sátu. Hún læsti að sér og hélt sig innandyra á meðan ferðin varði og fékk utanaðkomandi hjálp til að tryggja öryggi sitt vegna líklegs ágangs. Oh!
hofi og steindyrum sátu konur líka heima. Þar var hvorki ágangur, né glatt á hjalla og engin löggæsla við heimreiðina að sjálfsögðu. Víkur þá sögu til Írlands í stærsta vörumagasín ríkisins. Þar hitnaði í kolunum í kjóladeildinni þegar kvenfélagið tilraun bar að garði.